Hvað þýðir að vinna úr sínum málum? Er það að fara á einhverja svona sérkennilega fundi? Er það að fara í gusu? Þetta ákveðin svona kaþólsk tilfinning sko, fyrir utan það náttúrulega þá gastu farið inn í klefa og beðið syndaaflaus. En í þessu þá það einhverja svona ákveðnir hópar sem að hafa svona vald Sesar, svona þumalvald það hvort að viðkomandi hafi raunverulega tekið ábyrgð og sé raunverulega búinn að vinna úr sínum málum. Og það aldrei farið neitt nánar út í það hvað það nákvæmlega þýðir að vinna út úr sínum málum. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 50-dagurinn 19. febrúar og árið 2026. Ég vona innilega að þú hafir það gott, kæri hlustandi. En ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú farið inn á pardus.is/1pæling þar sem þú getur fengið þessa þætti á viku á undan öðrum og án auglýsinga. Og einn ertu náttúrulega að styðja við bakið á því að þetta efni verður á annað borð til. Það náttúrulega allir sem eru með puttan á púlsinum vilja náttúrulega fá þetta viku á undan öðrum og þú gerir það með því að fara inn á, eins og ég segi, pardus.is/1pæling þar sem ég með þessa þætti alla þriðjudaga og alla fimmtudaga nema að eitthvað komið upp en alla jafna þá ég alltaf með þessa þætti á þriðjudagum og fimmtudagum. Þannig að endilega farið inn á pardus.is og skráið ykkur þar sem þið getið einnig fengið RSS-lag þar sem þið getið tengt þetta hlaðvarp við ykkar hlaðvarpsveitu. En hérna vindum okkur í þetta. Það svona eitt og annað sem ég langar að ræða. Ég búinn að taka saman klippur úr viðtali á Samstöðinni sem að vera í gær sem ég langar að fara yfir með ykkur varðar vændi og umræður það almennt. En eins og einhverjir hafa séð þá skrifaði Jón Gnarr mjög svona, ég ætla ekki að segja beittan en svona góðan pistil. Þetta var pistill þar sem hann var að velta upp ákveðnum svona spurningum það hvenær megi slaufa, af hverju megi slaufa og hvað það segir okkur sem samfélag þegar við erum að slaufa og annað. En áður en við vindum okkur í það, þá ætla ég að fara svona yfir það helsta sem að gerast í dag. Við erum að sjá núna hérna með Morgunblaðið fyrir framan mig og þar eru tvær svona greinar sem eru á forsíðunni sem að mér finnst vera viðeigandi út af því að þetta eru tvær greinar sem að, já, þessar greinarna eru inn í blaðinu. En á forsíðunni stendur hérna svartsýni í könnun samtaka iðnaðarins markaðinn og svo hins vegar hérna fyrir neðan veikindadagar eru tvöfalt fleiri og þá vísað til opinberra starfsmanna. Og kannski ef við byrjum bara á opinberum starfsmönnum, sko, ég náttúrulega búinn að vera að fjalla þetta lengi og ég reyndar átti samræður við yfirmann á velferðarsviði í gær þar sem við vorum að ræða þessi mál, hvernig veikindadögum hefur verið háttað og hann sagði einfaldlega að ef að Sameyki og aðrir sem eru að vinna innan þessa kerfis muni ekki koma til með að berjast fyrir því að fólk sem eru tilbúið til þess að mæta til vinnu sé umbunað að þá muni þetta algerlega leiða í óefni. Og núna náttúrulega eins og við höfum verið að fjalla hérna að þá munu samningar náttúrulega rofna fljótlega 1. september, þar að segja að við fáum ákveðna látið inn í sumarið, verðbólgan mun örugglega koma til með að aukast og þar að leiðandi munu kjarasamningar ekki halda og það verður mjög áhugavert að fylgjast með framþróun í þeim efnum. En ég held að sko miðað við þá stöðu að kjarasamningar munu sem sagt rofna að þá gæti ég trúa að yrði möguleiki á því að breyta því óláni í ákveðið lán eða allavega nýta þessar aðstæður í það nákvæmlega að berjast fyrir kjörum þeirra sem að mæta í vinnuna. En það hefur ekki verið upp á teningnum undanfarin ár þar sem að baráttan snýst helst að ákveðnir hópar eins og konur eða kvár eða aðrir fái einhverja sér díla eða sér stökkpalla á ákveðin svið innan hins opinbera og annars staðar í samfélaginu í stað þess að vera að berjast fyrir betri kjörum. Það er búið að vera að berjast fyrir minni vinnu þegar að baráttan hefur alla jafna verið að þannig úr garði gerð að það er verið að berjast fyrir meiri vinnu og meiri pening fyrir meiri vinnu.
Það er að segja að fólk hafi í sig og á og hafi tök á því að vinna meira til þess að geta aukið sinn hag. Það hefur ekki verið upp á teningnum. Það bara kvennafrídagur, það bara svona alls konar vitleysa sem hefur verið svona viðloðin stéttarfélagsbaráttuna undanfarin ár. En það náttúrulega nátengt því líka í hvaða stöðum við erum komin. Það stendur hérna sem sagt, tvöföld veikindi hjá hinu opinbera. Kostnaður hins opinbera vegna veikinda 19 milljörðum meiri en í einkageiranum samkvæmt viðskiptaráði. Fjarvera vegna krankleika tvöfald tíðari hjá hinu opinbera, 119 daga veikindaréttur eftir hálfs árs starf. Fjarvera opinbera starfsmanna vegna veikinda tvöfalt algengari en í einkageiranum og beinn kostnaður hins opinbera vegna veikinda umtalsvert hærri en í einkageiranum. Þetta meðal niðurstaðra nýrrar úttektar Viðskiptaráðs Íslands á veikindarétti opinberra starfsmanna. Og svo það að fjalla meira þessu úttekt. Ég veit að til dæmis hún Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún kallaði eftir því að fá tölur það hversu hátt hlutfall kulnun væri innan þessara veikindafrídaga hjá opinberum starfsmönnum og sérstaklega og það var ekki mikið svör og ég held að hún hafi að endingu fengið það svar að sú tölfræði væri ekki tekin saman og það sem að mér þykir svolítið sérstakt í þessu, það hérna talað að opinberir starfsmenn hafi sjöfalt ríkari rétt til þess að taka út veikindarétt heldur en á einkamarkaði og náttúrulega ofan að laga þá geta opinberir starfsmenn verið miklu svifa seinari í öllu sem viðkemur því að sýna frumkvæði og annað heldur en fólk á einkamarkaði. Maður finnur það bara alveg þegar maður kemur inn í stofnanir eða kemur inn í fyrirtæki, það miklu meiri krafa gerð til fólks í einkageiranum. En það sem að mér þótti svolítið sérstakt við þetta því að Diljá Mist Einarsdóttir biður tölur það hvaða tölur liggja bak við það, hversu mikið kulnun, hversu mikið veikindi og þær tölur ekki til. Ég þori nánast að fullyrða án þess að ég taki algjörlega fyllilega ábyrgð á því, það þarf bara einhvern veginn að spyrjast betur fyrir það. En eftir því sem að ég tel að þá nánast ómögulegt að veikindarétturinn sé þó svona lítill, þrátt fyrir það að vera náttúrulega miklu meira en á einkamarkaði, að þá tel ég að hlutfallið sé ívið hærra og ástæðan fyrir því að ég tel það vera að kulnun orðið ótrúlega, það bara úrræði sem að fólk grípur til í miklu meira mæli heldur en var bara fyrir örskömmu og þar svolítill hreyfanleiki í því hið opinbera náttúrulega greiðir þetta alltaf endingu en fólk fer í veikindafrí og svo það einhver félagsþjónusta sem grípur líka og svo það einhverjar ákveðnir aðrir þættir sem alltaf að grípa inn í. Þannig að ég tel að kulnunar áhrifin séu ekki einu sinni inn í þessum tölum. Ég þori ekki algjörlega að fullyrða það, en eftir því sem að ég kemst best að þá hlýtur það eiginlega að vera og því á sömum sviðum einfaldlega 40% af starfsmönnunum í kulnun og ég veit til dæmis til þess að á ýmsum stöðum hjá Reykjavíkurborg fólk í miklu meira mæli heldur en þessi 8% sem talin upp hérna. Ég held að sé miklu meiri veikindi heldur en þetta nokkuð tíman. Þannig að mér þætti hreinlega ótrúlegt ef að kulnun líka inn í þessum tölum. Og ég reyndar kalla bara eftir því, eða getur líka skoða kannski sjálfur, að reyna að allavega fjölmiðlar reyni kannski að komast að því hvaða raunverulegu tölur liggja bak við þessara kulnunadaga. Og því að hið opinbera virðist ekki algerlega taka það saman, en það hlýtur að vera hægt að sjá hvort að kulnun sé inn í þeim tölum sem að talin til veikinda almennt. Ég held að svo sé ekki. Ég held að þessi vandi það talaði tvöfalt meiri veikindi hjá hinu opinbera. Ég held að þessi miklu meira þegar að allt talið inn í.
Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona að grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate reynd út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfaldlega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Í þokkabót náttúrulega eitthvað sem ég til náttúrulega sé nátengt þessu að þá núna að hægja á uppbyggingu íbúða næstu árin og það hérna viðtal við félaga minn Sigurð Hannesson þar sem stendur að stjórnendur arkitekta og verkfræðistofa vænta samdráttar í verkefnum á íbúðamarkaði á næstunni samkvæmt nýrri könnun Outcome fyrir samtök iðnaðarins. Eins og fram kemur í greiningu eru arkitekta og verkfræðistofur framarlega í byggingarferlinu og gefa niðurstöður vísbendingu að það sé að hægja að óbreyttu á uppbyggingu íbúða litið til næstu 1 til 2 ára. Eins og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins segir í samtali við Morgunblaðið þetta ekki góða fréttir fyrir markaðinn sem hefur verið að kalla eftir fleiri íbúðum en ekki færri. Oft sagt að arkitektar og verkfræðingar séu kanarifuglinni í kolanámunni. Þetta sá geiri innan mannvirkjagerðar sem að fyrst finnur fyrir samdrætti. Og svo náttúrulega farið yfir hérna tölur, talað sláandi tölur, Sigurður tekur undir að tölurnar séu sláandi. Ef við skoðum ástæðurnar fyrir þessu, þá það háir vextir sem að draga úr fjárfestingu í uppbyggingu íbúða og einnig hert lánþega skilyrði fyrir einstaklinga. Seðlabankinn stýrir hvoru tveggja, hann vill koma á verðstöðuleika á húsnæðismarkaði sem hefur tekist í hagfræðilegum skilningi en vandinn að undirliggjandi kraftar benda til óstöðuleika í framtíðinni. Ég held að þetta tvennt sem ég að fara yfir hérna, ég held reyndar að vissulega rétt að nú þegar allir voru ákveðnir verktakar sem að vildu fara í að auka úrræði, Reyr 20 og fleiri sem að vildu búa til svona hlutdeildarlánakerfi fyrir þá sem að falla ekki innan hugmyndafræðilegs ramma Reykjavíkurborgar. En Seðlabankinn sló svolítið á puttana á því, sama hvað manni finnst það, hvort að það sé að rétta át af því að þeir eru náttúrulega að vinna ákveðnu markmiði og ef við erum að fara upp í einhver 90% lán þá náttúrulega eykur það verðbólgu sem eykur óstöðuleika sem eykur líkur á því að fólk standi ekki skil af sínum skuldbindingum varðar lántökuna. En tökum það bara eins út fyrir svega líka. Það samdráttur í uppbyggingu. Okkur ekki að fjölga, okkur virðist ekkert ætla að fjölga neitt svakalega mikið nema reyndar ef að mannfjöldaspár halda vatni og náttúrulega svona ákveðin ég ætla ekki að segja martröð en svona varhuga aðstæður Snorra Mássonar ganga upp eins og ég fjallaði hérna þar sem að heimildin var með umræður það að Snorri Másson var í einhverjum algjörum svona samsæriskenningaham með því að segja að Íslendingum myndi koma til með að fækka í hlutfalli við þá erlendu aðila sem myndi koma og í sömu viku var heimildin með það að 465.000 mann sem myndi búa á Íslandi en Íslendingum myndi ekki fjölga neitt. Þannig að algjörlega ótrúlegur málflutningur hjá heimildinni sem ég náttúrulega fjallaði En hvað það? Ég held svo ég kom með þessum punkti með að tengja þetta tvennt saman að nú þegar við erum með uppbyggingu sem að þarf að náttúrulega fjármagna einhverju leyti en við erum með opinbert kerfi sem að ótrúlega verðbólgu hvetjandi þar sem að fólk sem mætir ekki í vinnuna hefur bókstaflega hvata fyrir því
að mæta ekki í vinnuna. Þeir hafa hvata til þess að vera að sleppa því að mæta í vinnuna út af því að ef þeir eru til dæmis mjög duglegir að vinna yfirvinnu að þá fá þeir náttúrulega afturvirkt yfirvinnu eða þess að yfirvinna greidda aftur í tíman. Þannig að sko, ok, segjum svo að bara koma upp svo staða að þú ert búin að vera mjög duglegur að vinna, segjum að þú er inni eitthvað frí, þú ert með ungt barn á heimilinu sem að konan er búin að vera að sinna, þú ert búin að taka mikið á aukavöktum til þess að standa skil á öllum rekstri heimilisins og svo allt í einu verður barnið fær ekki leikskólapláss og er orðið meira svona, já, konan þarf að fara aftur að vinna. Þú stendur frammi fyrir því, heyrðu, ég get bara tekið mína 100% vinnu, ég get ekki verið að taka þessar aukavaktir sem ég var með. Af hverju ætti ég ekki bara að fara í kulnun? Þá bæði þarf ég ekki að mæta í vinnuna, þar sem að ég er að fá greidda yfirvinnu aftur í tíman og ofanalag. Þannig að þú ert í rauninni að standa frammi fyrir því, ég þarf að sinna barninu, konan er að fara að vinna aftur. Ég get farið í kulnun og verið að fá greidd laun fyrir hvað ég var að segja ef hann er virkilega duglegur í kringum 150 til 160% laun. Í þokkabót þarf ég ekki einu svona mæti vinnuna og get bara sinnt barninu. Þannig að það eru svona litlir hvatar sko, því ég held að það þurfi ekkert endilega að vera og við þurfum einhvern veginn að skrá þetta á leti. Ég held að við þurfum líka bara að skrá þetta á mannlega hvata. Af hverju í ósköpunum ef þú ert komin til dæmis í þessar aðstæður, það sem að þú þetta standa skil á einhvers konar verkefni eins og barneignum eða öðru, þar sem að þú ert að takast á við eitthvað nýtt verkefni í lífinu og ert búin að vera mjög duglegur að vinna. Af hverju í ósköpunum ættir ekki að þiggja það að fá 160% laun fyrir það að mæta ekki í vinnuna, fyrir ekkert heldur en að mæta í vinnuna og fá minni pening. Þetta eru dæmi sem að munu koma til með að færast í aukana út af því að náttúrulega vitneskjan þetta er að verða svo gríðarlega sterk. Við erum að sjá kynningabaráttur þar sem hefur verið bókstaflega, ég ætla ekki að segja hvetja fólk til þess en svona ýja að því að svona ekki gleyma að þú veist ef þið líður svona og svona þá er alltaf úrræði til fyrir þig og við erum að passa upp á það að þú sért ekki að falla á milli skips og bryggju og svo sjáum við fólk sem að kemur svona í einhverjar stórkostlega sérkennileg fréttainslög og segir það var ekki til sér úrræði fyrir mig, það vantaði það var ekki til úrræði sem að var svona aðsniðið að mér. Svo viku seinna er Inga Sælandi einhver annar að klippa borða á einhverju svona dellu þar sem er sér úrræði fyrir einmitt þennan hóp og þá er mækin rekinn framan í þig og sagt ertu ekki ánægður að sér úrræði? Jú, ég er rosalega ánægður að það séu komnir 10-12 manns með 1500 skall á mánuði fyrir það að taka þetta sér úrræðið fyrir mig. Þetta sko í ofanalag við náttúrulega hvað við erum að sjá ótrúlega sláandi veikindahlutfallstölur að þá náttúrulega bara gerum við eitthvað grein fyrir því að þetta er ekkert hægt til lengdar og þetta hefur beint að gera með byggingar geirann út af því að seðlabankastjóri horfir upp á þessa óráðsíu og hugsa bara með sér ég get ekki verið að lækka vexti á meðan þetta skuldafyllir ég að eiga sér stað. Í ofanalag náttúrulega sko, skuldirnar eru eitt og ég tel alveg að þær séu nægilega slæmar en líka bara skilaboð eins opinbera þegar það er stanslaust verið að segja við þig bara þú getur bara vorkennt nægilega mikið þannig að þá bara kemur til með að hafa það gott út af því við ætlum að hafa aðsnið verkefni fyrir það svona þitt sértæka mál sem að hefur að gera með það að þú ert svona og svona og ert greindur með þetta og ert greindur með hitt og þú átt svo erfitt og þú átt svo bátt að við ætlum bara einhvern veginn að grípa þig. Þessi skilaboð eru hræðileg. Ef að þú slærð ekki eignarhaldi á þín eigin vandamál og þá er ekki séns að þú muni koma til með að leysa þau og það er ekki séns að þið opinbera geti leyst það. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða.
Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það ekki séns að við séum með nægilega mikið aðila sem geta haft það að atvinna að vera að vorkenna fólki daginn út og daginn inn og búist við því að við munum koma til með að reka betra samfélagi í kjölfarið. Af hverju til ung virk? Hvað í gangi? Það fólk sem nýskriðan á vinnumarkað sem hefur farið að væla yfir því að það sé ekki til sér úrræði fyrir það. Jú, það sér úrræði fyrir þig. Það ung virk. Ung virk? Hvað í gangi? Af hverju við að tala það að unglingar sem eru nýskriðnir á vinnumarkað þurfa að hafa eitthvað sér úrræði eða við skildum fara í kulnun út af því að þeir eru 12 tíma á dag í símanum að bera kroppin á sig saman við aðra kroppa. Þetta bilun og það þarf bara að rífa sig í gang og að rífa þessa síma af þessum krökkum, sérstaklega ef þeir geta ekki höndlað öðruvísinn að fá eitthvað sér úrræði hannað fyrir utanum sjálft sig að það með einhver kvíða eða eitthvað annað. Þetta gengur ekki til lengdar. En já, ég var með eitt skrifa hérna reyndar sem allir áhugavert. Ég mæli alveg með að tjekka Lilja og Heimir fengu í bítið í morgun Sólveigu og Hildi Björns til þess að ræða leikskólamálin og það annað svona eitthvað stórkostlega sérkennilegt vorkunnamál. Ég reyndar skildi aldrei, veit ekki hvort ég munið eftir því, það var hérna í ráðhúsinu og það var einhverjir foreldrar sem mókuðu sér hérna inn á gólf ráðhúsins eitthvað til að sýna hérna þessum borgarfulltrúum eitthvað aðhald og það var hérna með krakkar sem var varla farin að halda haus. Það var örugglega verið svona 12 mánaða. Það ekki til neitt úrræði fyrir hann. Þú sagðir að hann væri 12 til 14 mánaða. Hvað ertu að tala um? Það ekki séns að koma honum neinstaðar. Nei, ok, og ég skil þetta kannski, þetta ekki fullkomið kerfi þar sem að við erum að horfa upp á það að fæðingarorlof grípi ekki alveg fullkomninni, en menna þetta ekki líka eitthvað sem fólk þarf sjálft einhvern veginn að ráðstafa? Þetta bara allt á bara stofnanavæðingin að vera orðin svo mikil að allt verði bara tilbúið fyrir þig þegar þú eignast barn? Ég ætla ekki að segja ég meina, jú, við viljum að fólksfjölgun komi til með að aukast og þar af leiðandi ánáttúrulega verða betra að eignast barn, en það hefur aldrei verið auðveldara að eignast barn, sérstaklega með tilliti til svona stofnana kjarna, en samt sem áður þá fer þetta niður á við. Ég veit ekki, ég svolítið að hugsa upp átt, ég ekki múin að móta mér algjörlega fullkomna afstöðu til þessara máls, en mér finnst hann líka svolítið fyndið að hugsa til þess að það síðan að manneskja komin á gólf ráðhúsins að væla yfir því að vera ekki komin með eitthvað úrræði fyrir krakkan sinn þegar krakkinn varla farin að halda haus. Þá ég svona, já, ég skil alveg hvað þú ert að meina, en ég skil ekki alveg hvernig þetta á að vera sjálfbært, en það svo sem smá útúrdúr. Sólveig Anna var náttúrulega ánægð með það. Núna Reykjavíkurborg sem ákveði svona kosningapropp eitthvað að reyna að setja það á laggirnar, sem sagt að gera svona áþekkt módel og Kópavogsmódeli þar sem að þú ert með ákveðna stundir sem að þú getur nýtt þér þitt háskólapláss og ef að þú ert undir 36 klukkustundum að þá myndu ekki þurfa að greiða sérstaklega fyrir það. Mér hugnast þetta. Ég meina, af hverju ætti leikskólakennarar að vera í einhverju lengri vinnu heldur en fólk á almennum markaði, sérstaklega þegar að launin eru ekki jafn góð og hjá þeim foreldrum sem að eiga börnin sem að þessi leikskóla fulltrúar eru að þjónusta. Ég reyndar til, eins og ég sagði nú við Sólveigu Önnu, mér finnst að leikskólakennarar eigi að vera á miklu betri launum heldur en foreldrarnir. Ég held að þetta ætti að verða svona starf þar sem að þú ert svona, ertu leikskólakennari, hvernig komstu inn í það? Og ég held að það ætti að endurspeglast í miklu herri launum og að við ættum að hætta náttúrulega að losa okkur við þessa jöfnunardellu. Ég reyndar held að jöfnur
þetta verður eitthvað svona sem að fólk mun svona horfa tilbaka bara, já, ok, við innleitum í rauninni bara öll mistök síðustu aldar á ýmsum sviðum, ekki jafn drastískt auðvitað og einhver svona kommunist kerfi, en við tókum svona ákveðna hræðilega þætti varðar jöfnuð og fleira og yfirfærum það yfir á þetta. Ég held að sko leikskólakennarar einmitt ekki að vera að berjast fyrir jöfnuði. Ég held að leikskólakennarar ættu að vera að berjast fyrir hörðum ójöfnuði, þar sem að þeir eru á töluvert betri tekjum heldur en einhver millistjórnandi sem að gervigreindin mun koma til með að leysa af eftir örfáa mánuði. Ég held að leikskólakennarar ættu að vera á þannig kjörum að þeir eru í svona gríðarlega ójafnaðar fyrirkomulagi, þar sem að þeir eru með töluvert betri tekjur heldur en aðrir og ég held að það myndi koma til með að margborga sig inn í framtíðina. Þó svo að það sé náttúrulega erfitt að verðmeta þá held ég að það sé raunin þar sem að fólk sem að hefur mikinn metnað myndi koma til með að skila sér inn í það starf og það sé bara hægt að reka fólk jafnóðum og það eftirspurnin eftir því að sinna slíkum störfum svo gríðarlega mikil. Já, Sólveig Anna talaði náttúrulega þetta, Hildur Björns talaði það að þetta væri svona, gengi ekki alveg nægilega langt og þetta væri skrifið rétta átt. Þær voru báðar sammála það að það ætti ekki að vera endilega berjast fyrir því að hafa þetta sem sko kosningatrykk sem ég náttúrulega sammála. Svo sagði Sólveig Anna reyndar sem ég ástæðlega áhugavert að feministahreyfingar ættu að fara að berjast meira fyrir börnum sem að var einu sinni. Ég náttúrulega ekki nægilega gamall til þess að muna eftir rauðsokkunum en öðru, en Sólveig Anna færði rök fyrir því að kvennahreyfingin hafi oft verið að berjast sérstaklega fyrir kjörum barna, en að það heyrði sögunni til. En sko að því sem ég talaði í upphafi með Jón Gnarr og Guðný S. Bjarnadóttur á Samstöðinni. Guðný S. Bjarnadóttir hún formaður vitundar sem held ég sé eitthvað sem hefur að gera með kynferðisafbrot og sem sagt ákveðin svona, já, leiðandi á sviði þess að berjast fyrir réttindum þolenda. Þetta var svolítið skrítið viðtal sko, maður finnur alveg fyrir því að þegar þú tala kynferðisafbrot og sérstaklega sem þingmaður og sérstaklega fyrir sem þingmaður Viðreisnar að þá þarf einhvern veginn að passa þig og maður fann alveg á Jón reyndar að koma hérna á morgun í viðtal þar sem ég ætla að ræða meðal hans þetta við hann, en mér varst bara líka gaman að taka þetta hérna út af því að ég vissi ekki að þetta viðtal yrði, en ég horfði á það og ég tók svona nokkra búta úr því, en maður finnur alveg sko að þegar það tala kynferðisafbrot að þá áttu að vera svona með ákveðin. Þú mátt ekki alveg segja hvað þú ert að hugsa. Það er ekkert svigrúm fyrir mistök í þessari umræðu. Það er ekkert svigrúm fyrir því að þú svona segir, já, mér finnst reyndar, þú veist, höfum við pælt í þessu hérna og þá náttúrulega skilurðu kemur hólskeflan og að maður sé gerenda meðvirkur og annað. Ég reyndar því miður til að margir af forsvarsmönnum þeirra sem að tala fyrir hönd þolenda séu ekki vel til þess búnir og þá ég ekki að segja að það hafi ekki reynslu á málaflokknum með annað, þá held ég frekar að það sé þannig að þau eru ekkert sérstaklega vel sko inn í því hvaða afleiðingar þeirra villtustu draumar myndu koma til með að hafa. Þetta náttúrulega úr svona ákveðnum marxískum kenningum sem náttúrulega mikið mein eins og ég fjallaði hérna áður, þar sem að fólk sem kemur úr ákveðnum kemum akademískrar fræðigreina sem eru náttúrulega ekkert fræðigreinar heldur einhverjir ritrýndir skoðanapistlar þessi angi þess kemur oft úr því og skaðar náttúrulega umræðinu til lengri tíma. En bara ég ætla að spila fyrir ykkur 5 brot eða 6 brot, man ekki hvort ég tók saman 5 eða 6 brot og við ætlum bara að ræða það í kjölfarið. Og hann viðurkennir að hann hafði ásetning að kaupa vændi og það sýnir bara að mínu mati, ég meina það gerist ekki í tómarúmi og það er ekki tilviljunarkennt og það gerist ekki óvart. Nei. Rétt eins og ofbeldi gerist ekki óvart eða nauðgun gerist ekki óvart. Þannig að þér finnst réttmætt að þingmaður sem að hefur gert eða framið þann hugsanaglæp eða hvað það er aðeins rúmlega það, hann var mættur á svæði, þetta er aðeins rúmlega hugsanaglæp. Já, ok,
sem sagt sé þar með rauninni sekur að hafa gert eitthvað. Það er það sem ég líka bara velta fyrir mér. En finnst þér það? Sko hann hefur ásetningin það og viðurkenni það. Já. Hvað svo gerist getur við náttúrulega ekki beint nákvæmlega vitað. Nei, en mér finnst það ekkert ólíklegt. Sko þarna er hún að sjálfsögðu og þau ætla að tala Guðbrand Einarsson sem að þingmaður eða var þingmaður Viðreisnar sem að sagði af sér eftir að hafa orðið uppvís af því fyrir 12 árum að hafa ætlað að hugsa sér að kaupa vændi. Og það sem er svo sérstakt í þessu, það er athugið það, þannig að þetta er ákveðið svona innslag inn í þetta, það sem þau eru að fara að ræða og þannig var svona komið smá kjöt á beinin inn í þessum samræðum. Þetta er þessi þáttur samstöðurinnar í gær og við erum að tala hérna saman 19. Þannig að þetta var 18. Það sem er svo sérstakt í þessu að Jón Gnarr segir hérna og er rauninni bara að velta fram spurningum og maður finnur alveg að það er áþreifanlegt að hann er náttúrulega að fara varlega út af því að hann þarf að passa sig og hann segir hérna miðað við þessar hérna forsendur finnst þér að hann hefði átt að segja af sér, finnst þér hérna málaferðlarinn hafi verið réttir en fyrir þá sem ekki þekkja þá var Guðbrandur Einarsson sem sagt hann hætti þingmennsku eftir þetta fíasko það að ætla að kaupa sér vændi á einhverja ASÍ þingi fyrir 12 árum en hún sko gerir sér alveg grein fyrir því held ég, hún Guðný að þetta hljómar svona allir bara svona, nei, kannski ekki, ég meina, hann framdi ekki glæp, en hún segir, við vitum aldrei hvað gerðist, við munum aldrei koma til með að vita hvað gerðist. Og þetta er svo áhugaverður búningur út af því að, sko, það er talað ábyrgð sem ég mun koma til með að fara yfir á eftir, en það þarf í rauninni, sko, glæpur Guðbrands, þarf að vera verri heldur en hann raunverulega var til þess að réttlæta þær afleiðingar sem að glæpur hans hafði. Það er að segja hugsanlegt athæfi og sá hugsanleiki að hann hafi geta brotið af sér með því að þiggja þau vændiskaup. Það er að segja ef hann laug því að hann hafi hætt við vændiskaupin sem að er það sem að við vitum best að gerðist. Þú þarft að færa sko glæpin yfir í verra form til þess að hann einhvern veginn lendi hjá víðara mengi hóps. En það er ekki það sem að Jón var að spyrja og hún svarar því ekki þannig í kjölfarið á góðan máta. Þetta er bara svona, ég þarf að þetta er svona sama, Douglas Murray hefur líka talað þetta í sambandi við þegar að fólk til dæmis að ræða útlendingamál. Að þá er svona, hvaða félagslegu afleiðingar hefur það að við tökum á móti stórum hópi fólk sem með allt öðruvísi gildi heldur en að við erum með hér á landi, hvaða afleiðingar mun það koma til með að hafa næstu 10 árin. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og þá þarf þú sko að yfirfara, já, en sko það sem þú ert í rauninni að tala er litur viðkomandi. Þú veist, ert ekki raunverulega að segja að litur viðkomandi sé vandamál? Nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að það er vandamál að menningarleg gildi sem að koma með stórum hópum fólks þegar það er orðið einhvers konar hlutfall af mengi samfélagsins að þá er mjög líklegt að það verði rótgrónara inn í þá menningu og mun ekki koma til með aðlaga samfélaginu. En þú þarft að vera að tala að manneskjan sé þeldökk. Þú veist, það er raunverulega það sem að þú er ágjur af. Og mér finnst það svolítið sama hérna, þar sem að Guðbrandur Einarsson hættir við vændiskaup fyrir 12 árum og hún þarf í rauninni að segja,
Já, en við vitum aldrei hvað gerðist samt. Nei, ég er bara að segja, við getum ekki nákvæmlega vita hvað hefur átt sér stað, en hann viðurkennir sjálfur að hann hafi þarna haft ásetning að gera þetta og að hann hafi mætt þarna, en það vill svo til að hann segir að ekkert meira hafi gerst. En þegar þú ert búin að taka alla ákvörðinu að ég ætla hérna að koma mér í samband manneski sem er að selja vændi, ég vil taka ákvörðinu að samskipti bara hvað kostar þetta, hvað getum við gert eða eitthvað, ég veit það ekki, ég segi svona og svo er hann komin á staðinn. Getum við vitað að það hefði ekki verið fullframinn glæpur? Þannig hún segir hana, já, getum við vitað hvað raunverulega gerðist? Nei, en af hverju ættum við þá að gera ráð fyrir því annan veginn? Af hverju ættum við að gera ráð fyrir því að eitthvað verra hafi gerst heldur en eitthvað skárra? Jú, kannski út af því að Guðbrandur hefur náttúrulega hagsmuni af því að eitthvað skárra hafi gerst. En þetta samt svo skrítin uppstilling út af því að við erum í rauninni að gera ráð fyrir því að hann sé ekki bara sekur sakleysi sannað, heldur sekari heldur en hann í rauninni að segja. Það er að segja að hann ekki bara sekur það að hafa gert þennan hugsanaglæp og viðurkenni það, að þá einhvern veginn hoppum við lengra. Við hoppum alltaf lengra og lengra. Hvað hann myndi bara neita því að segja, þú veist, ef við hugsum leikjafræðina í þessu og hugsum hvernig Guðbrandur hefði gert þetta best. Hvað hann hefði sagt bara, nei, þetta var ekki ég, þetta var einhver úr mínum síma að í rauninni senda SMS. Ég var þarna búinn að týna símanum mínum og félagi minn var með hann og hann var búinn að vera að senda skilaboð á þessa vændiskonu. Og hvað hann hefði bara sagt það og hefði sagt og í lögregluskýrslu þá lög ég bara til þess að passa upp á félagi minn út af því ég nefndi ekki að hann myndi komast í klandur. Þá værum við aldrei að tala já, en þú hefðir mögulega samt getað ekki bara ætlað að hafa gert það, heldur í alvörunni talað gert það og við munum aldrei koma til með að vita. Þá værum við búin að sætta okkur við þann glæp að við þurfum að ná honum á þessum sökum. Við þurfum að ná honum á þeir sökum að hann hafi í rauninni framið þennan hugsanaglæp. Þannig að það sem ég svolítið að reyna að færa rök fyrir og það sem mér finnst vera svolítið viðloðið við þessar viðtökur sem að svona mál fá að við fáum alltaf það sem að gerðist og þurfum alltaf að gera aðeins verra. Þannig að í rauninni þetta svolítið svona eins og að setja skatta, ef þú vilt setja 10% skatta að þá segir við fólk ég það 20% skatta og þá sættir það sig að lokum við 10%. Svolítið sama með þetta að þegar við erum með forsvarsmenn þeirra sem að segjast tala fyrir þolendum að þá einhvern veginn svona, já, hvað segir þetta okkur hinn innri mann? Hvað var Guðbrandur Einarsson? Ég meina Guðbrandur Einarsson að mínu viti bara fínasti kall. Ég þekki hann ekkert, ég tala við hann 2-3 ég tekið viðtal við hann en af þeim sem að ég þekki allavega sem að sumir reyndar fíla hann ekki en sumir fíla hann. En með þetta að gera að þessi heimting að hann sé einhvern veginn annað en hann til þess að þóknast því að ákveði mengi og vonandi þá stærra mengi muni sjá hann í sama ljósi og við. En ég meina að sjálfsögðu eru flesti bara þeirra afstöðu, ég meina, já, hann hafiði hugsað sér vændiskaup fyrir 12 árum. Hverjum ekki slétt? Það held ég að sé afstaða langflestra. En við þurfum samt að já, en vitum við samt að það var það eina sem að gerðist. Og ég veit það ekki, af hverju að reyna að færa rök fyrir því eins og þú veitir það. Það það sem mér finnst svo skrítið. Og já, kannski það að segja það, ég meina, það ég veit ekki hver statistískin á því hversu oft þú ert gómaður við vændiskaup, en það alveg hægt að segja, já, en ég meina, þetta í fyrsta skipti sem hann var að íhuga vændiskaup? Og ef hann var að íhuga þarna þá ekki líklegt hann að við einhver tíman látið til skara skriða? Ég veit það ekki, en mér finnst þetta allavega óheilbrigt að vera bara að gera ráð fyrir því
Ég hef engan áhuga á því að vera að útskóða ykkur fólki eða Því að Jón en sagði það sem eins og það væri orðin útlagi maðurinn. Já, ég er bara ekki sammála því Já. vegna þess að við verðum líka átt okkur á því að fólk getur ekki haft eitthvað ákveð tilkall til ákveðin að starfa. Það er algjörlega óþolandi ef að manneskja sem gegnir ákveðinu stöðu í landinu þar sem að krefst bara mikillar ábyrgðar og manneskja sem hefur einhvern tímann haft það mikla kvenfyrirlitningu í sinni manngerð að kaupa vændi. Ég er ekkert viss að það sem mannskja sem er best til þess fallin til þess að vera að setja ykkur lög í landinu. Það er mín skoðun, persónulega. En ég er ekki að segja að mannskja get ekki gert eitthvað. Ég er að segja að við verum að athuga hvar fólk er og hvað það á að fá leyfi til að gera. Sumir hafa þína afstöðu, sumir hafa afstöðu Jóns og sumir hafa afstöðu sér hvað er þetta? Við höfum alls konar afstöðu, en samfélagið hefur ekki talað sér niður á eina afstöðu og mun líklega aldrei gera það. Sko. En sko, þú veist, nú hérna eins og sko, orð eins og ábyrgð. Hvað er ábyrgð fyrir þér? Hvað? Það er að viðurkenna. Það er viðurkenning á því sem þú hefur gert og það axlar ábyrgðina, ég meina þarna Gangast við brotum sínum. Gangast við brotum, en þarna líka bara verður að viðurkennast að það var ekki einhver þolandi þarna sem steig fram og kallaði eftir afsögn. Það gerðist ekki, sko. Já. En ég meina, er ekki saga á baku þetta? Var það að þrýsta á hann inn í flokknum að segja af sér? Ég veit það ekki. Ég bara get ekki tjáð mig það og ég þekki það ekki. Sko, þannig að sko að viðurkenna sem sagt sök, það er að taka ábyrgð. Já, og helst ef að viðkomandi gæti unnið úr sínum málum. Ég meina þetta er alveg svolítið stórt. Mér finnst þetta ekki léttvægt að kaupa vændi. Nei, en í þessu tiltekna dæmi þá var ekki keypt vændi. Getum við vita það? Við vitum það ekki, nei, ekki frekar en mig, skilurðu. Þið getur högt hérna, hefur þú keypt vændi? Og ég sagði, nei, ég hef aldrei keypt vændi. Já, við vitum það náttúrulega ekki. Nei, en mér langar aðeins að skjóta þarna inni vegna þess að það sem að við sjáum svo rosalega oft í þjóðlendasamfélaginu er að það eru ákveðni aðilar sem eru hérna, sagði vera brotlegir við lög, varandi til dæmis, segjum bara nauðgun. Og þá segir við komandi, já, ég hitti konuna en þetta var allt með samþykki eða ég gengst við vægasta partinum en ekki að þetta hafi verið fullframinn glæpur. Þannig, og þetta bergmálar svolítið það tal að segja ég á komin hann inn í herbergi á konunni en það gerðist ekki neitt. Sko, þannig erum við komin með nokkur önnur hugtök sem eru ábyrgð og tilkall og fleira. Og athugið þannig við miðbygg þessar klippu, sko, að þá segir Jón Gnarr réttilega, hún segir, sko, hvað er að taka ábyrgð? Herru, það er að viðurkenna að þú hafir gert brotlegur. Og það er sem að Guðbrandur Einarsson í þessu tilviki hann viðurkennir hugsanaglæpinn að hann hafi ætlað að hugsa sér að kaupa vændi af konu og þá segir Jón náttúrulega bara ok, þannig að við erum sammála það að taka ábyrgð er að viðurkenna glæpinn og þá segir hún, já, en svo þarftu að vinna úr þínum málum og það er þetta sem er svo ótrúlega skrítið í umræðu kynferðisafbrot sem er þetta að vinna úr þínum málum. Ég reyndar sko, mér finnst ekki vera kynferðisafbrot, ég ætla að draga það aðeins tilbaka, mér finnst ekki vera kynferðisafbrot að hugsa sér að kaupa vændi. Mér finnst bara þegar maður segir að leika upp átt, þá finnst manni það eiginlega hálf galið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðinn þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðinn, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðinn. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn.
Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. En hugsið ykkur hvað að eiga þessi staðana. Hún segir rauninni að svona de facto Guðbrandur Einarsson hafi tekið ábyrgð, gerir sér svo grein fyrir því þegar að Jón Gnarr bendir á það, fer þá í backtrack og hugsar ok, nei, en þá þarf hann að vinna úr sínum málum. Og maður tók eftir þessu með Guðbrandur Einarsson, ég talaði við Sölva Tryggva og Brynjar Níelsson, sem eru náttúrulega kannski ekki uppáhaldskandidatar þeirra sem að tala þessi mál. Ég meina, hvað þýðir það að vinna úr sínum málum af einhverju sem að gerðist fyrir 12 árum, að þú hafa verið alltaf að hugsa þér að kaupa vændiskonu sem þú svo að endingu gerðir ekki út af því að þú sást af þér. Hvað taka utan fjölskylduna sína. Ég meni að Þorgerður Katrín hafi sagt eitthvað á það leið, hann þarf bara að taka utan fjölskylduna sína, nú þarf þau bara að vinna úr þessu. Hvað í ósköpunum þýðir þetta? Ég veit ekki hvert fyrsta skref mitt í svona hugsanaglæp væri í því. Ég veit ekki einu sinni hvað þýðir að vinna úr sínum málum. Er það að fara á einhverja svona sérkennilega fundi? Er það að fara í gusu? Er það að fara í sund á hverjum degi? Er það að hugsa sér rosalega mikið Þetta ákveðin svona kaþólsk tilfinning fyrir utan það að náttúrulega þá gastu farið inn í klefa og beðið syndaaflausn, eða eins og þegar 16. kapellan var náttúrulega byggð að þeir myndu greiða fyrir sína syndaaflausn. En í þessu þá það einhverjir svona ákveðnir hópar sem að hafa í rauninni svona vald Sesar, svona þumalvald það hvort að viðkomandi hafi raunverulega tekið ábyrgð og sé raunverulega búin að vinna úr sínum málum. Og það aldrei farið neitt nánar út í það hvað það nákvæmlega þýðir að vinna út úr sínum málum. Og ég held að það sé innbyrðis hræðsla meðal þessara kreðsu sem að veldur því að þessu aldrei svarað. Og þetta svolítið miður út af því að eins og ég fjallaði hérna áður, ég reyni að forðast það eins mikið og ég get að setja út á stígamót eða aðra sem eru í þessum málum, einfaldlega út af því að ég á vinkonur sem að hefur verið brotið á, sem að hafa þurft að leita slíkrar aðstoðar og eru gríðarlega ánægðar með þá þjónustu sem að þær hafa þegið. Hins vegar að þá innbyggður kvilli inn í þessum þangagangi út af því að það má náttúrulega alls ekki vera ósammála neinu sem að við kemur skoðunum svona hatrömmustu manneskjunnar. Þannig að svo ég útskýri það nánar að ef að manneskja sem að í því að berjast fyrir hönd þolenda segir að þetta sé hið nýja viðmið og önnur manneskja segir nei, við getum nú ekki alveg að ganga svo langt, að þá hún orðin gerenda meðvirk. Og eins og í þessu dæmi þá náttúrulega svarar hún því ekki hvenær sá sem að brýtur af sér, sem í þessu tilfelli Guðbrandur Einarsson fyrir það að hafa hugsað vændi, hún getur ekki svaraði nákvæmlega hvað hann þurfa að gera til þess að taka raunverulega ábyrgð, því að hennar hugmynd það hvað sé að taka raunverulega ábyrgð gæti fallið neðar í þennan hugmyndafræði píramída heldur en hugmynd hatrömmustu manneskjunnar sem hvað mestan aðgang að því að ganga fram í því hvernig það að taka ábyrgð á að líta út. Ef ég segi til dæmis, já, það að taka ábyrgð væri til dæmis að setja sjálfan sig í hungurverkfall í 90 daga. Þá getur einhver mætt og sagt, nei, það allavega 120 dagar og þá kemur næsta, hvaða gerenda meðvirkni þetta? Þetta eru 40 svipuhögg og 120 dagar í hungurverkfalli. Þannig að ég veit ekkert hversu lengi fólk getur verið í hungurverkfalli, en þið skiljið punktið minn.
Þú veist, það þarf í rauninni, hún getur ekki átt hættu á því, þetta er hræðsla hennar náttúrulega líka, hún getur ekki átt hættu á því að manneskjan sem hún er kannski í miklu slagtogi við í þessum málum sé ósátt við hennar hugmynd það hvað sé að taka ábyrgð. Þú veist, þessi raunverulega ábyrgð og raunverulega að vinna úr sínum málum. Og maður sá þetta líka þegar að Drífa Snædal stígur fram í þessu máli og Guðbrandur Einarsson segir bara, heyrðu, ok, ég hugsaði að kaupa vændi fyrir einhverjum árum, ég ætla bara að segja mig frá öllum störfum, ég er hættur, ég ætla að taka ábyrgð og ég ætla að færa mig hérna til hlés. Kemur Drífa Snædal og segir, já, eftir að sjá hvort hann raunverulega taki ábyrgð. Það er örugglega bara hræðsla Drífu líka, og því hún er komin þannig í viðtal, ef að hún segir, já, heyrðu, það er flott, þú ert búin að, gott að Guðbrandur Einarsson sé búin að taka ábyrgð, að þá er hún alltaf með, svona, þetta er ákveðin hýenukúltúr, sko. Það sem að þú ræðist á þann sem er svona mest veikburða hverju sinni og þú þarft einhvern veginn að passa upp á og sért alltaf veikburða. Þetta er svona sovjet hugsun, sko, ég geng, þetta er það sem að ekki Viktor Klemperer heldur hann, sko, Solzhenitsyn talar þetta, en Czesław Miłosz, sem að Czesław Miłosz, eins og maður segja held ég á pólsku, hann talaði þetta, sko, að þú þurftir alltaf að passa þig að ganga lengra heldur en sá sem þú varst í viðtali við. Þetta er þetta kettmann, að þú þurfir rauninni að passa upp á það að þið farið í ákveðin dans, þar sem að þið báðir vitið að þið eruð að ljúga, en þið þurfið alltaf að passa að þið ljúgið nægilega mikið að hvor öðrum til þess að hugmynd ykkar af því hversu langt hinn er tilbúin til þess að ganga sé alltaf einhvers staðar á pari við þitt, sem að lendir þá í einhvers konar rosalegri hringiðu upp á við. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og þetta er rosalega skrítið en þetta er rosalega mannlegt líka. Og það er svolítið það sem er að gerast í þessum kynferðisafbrotamálum. En tökum næsta. Það er líka samt kall eftir því að fólk sé ekki að fara í dvala í ykkur 2-3 mánuði og koma tilbaka. Það er líka mjög mikið tal það og mér finnst það alveg vert að skoða líka. Af því hvernig erum við að taka ábyrgð? Erum við að segja að þú stígur til hliða í smá stund og svo kemur það aftur? Ég meina, hvaða skilaboð... Þannig var útlegaðdómaður mér í gamla daga. Já, en mér langar að segja svona, hvaða skilaboð eru það að senda? Því að þú spurði píslaninu, hvaða skilaboð eru við að senda? Frekir hafa þarna eitthvað yfirráð frekar en einhver aðrir. Já. En mér langar að segja þarna í því samhengi að ef að þýlingurinn er alltaf að taka opinberlega ábyrgð og helst á vægasta partinum eða einhvern veginn að réttlæta það sem þú hefur gert og fara í pásu í 2-3 mánuði eða 1 ár, koma tilbaka með bók og hlaðvarp eða aftur í einhvers konar ráðherrastöðu. Skilaboðin eru þá bara, þetta skiptir engum máli og þú getur þá bara tekið smá pásu og svo kemur tilbaka. Eru það skilaboðin sem við viljum? En fannst þér það vera skilaboðin með afsögn Ásthildar Lóu? Fannst með hvað vera skilaboðin? Að hún bara stíði til hliðar, það ekki sér smá pásu og kemur svo tilbaka. Það er nokkurn veginn það sem gerðist. Og finnst þér að hún hefði átt að segja bara algjörlega af sér þingmennsku og... Ég held að, sko, eins og ég segi, það er ákall til þess að fólk taki verulega mikla ábyrgð og við verðum alltaf að skoða hvaða fólk er í hvaða ábyrgðastöðum og meta hvert mál fyrir sig. Þetta er bara, já, og þannig þetta er bara svona til að undirstrika punktin minn áðan. Það er þessi, þið finnir alveg þetta, það er áþreifanleg hræðsla allra náttúrulega á þetta því að karlmenn með náttúrulega alls ekki misstíga sig í því að vera á einhverjum röngum skoðunum sem að þeir eru þó mögulega tilbúin til þess að breyta en hún þarf hana að ganga framar og þarf svo náttúrulega að lúffa með því að segja bara við þurfum bara að meta þetta hverju sinni og hver á að meta þetta? Hvað er að tala um hana? Þú veist, hún segir það má ekki stíga til hliðar og koma svo seinna af hverju erum við ekki bara að tala sko, ég hef alltaf talað fyrir því bara af hverju tökum við ekki upp hýðingar á Arnarhóli
fyrir svona social dæmi. Ég held að væri miklu betra ef við værum bara með, þú veist, til dæmis þegar að reyndar Sölvi Tryggva átti á fram með glæp sem að reyndar kom svo að daginn að hann gerði ekki. En honum, ég ræddi þetta við hann, ég vona að sé nú í lagi að ég segi það frá þessu, en ég ræddi þetta við hann að, þú veist, það svo skrítið eins og með hann, að það kom á daginn að hann framdi ekki þann glæp sem hann átti að hafa framið. En það samt sem áður svona ára. Svona þegar maður talar hann, þá hann svona, skilurðu, ekki nærrum því slæmt eins og þetta var. En jafnvel, og örugglega eiginlega miklu minna í dag, vonum bara að þetta sé bara gott í dag. En maður fann satt alveg fyrir því að þegar kom á daginn að það hafi verið svona, já, eitthvað einkennilegt við þessar sögusagnir Sölva, að þá var fólk samt svona ennþá, en ég þarf samt einhvern veginn að vera á bremsunni. Og ég djöfull, erum við bil, það var til hérna mymbandi, ég nú ekki að grafa það upp, en það voru 4 svartir strákar ákærðir fyrir kynferðisafbrot. Og þetta þótti svolítið sérkennilegt mál, það var rosalegt náttúrulega hafari, þetta fyrir svona 10 árum. Það var rosalegt hafari í kringum allt sem við kom þessu máli og náttúrulega auðvitað var manneskja þannig að ákæra 4 svarta menn fyrir það að fyrir kynferðisafbrot. Og svo kom í ljós bara í gegnum SMS samskipti á milli þessara stelpu og þessara drengja, þótti náttúrulega líka svolítið sérstætt að hún var að ákæra 4 þannig í einu, að þetta hefði verið bara á engum rökum reist, að hún hafi verið að gangast á eftir því, þetta var rosalega sérkennilegt mál. Málið svo sem bara eitthvað sem hægt að setja til hliðar. Þegar hins vegar kom á daginn að þeir voru sýknaðir út af því að hún var bara að segja ósatt þessa 4 svörtu ungu drengi, að þá komu þeir inn í svona spjallþáttar, áttu að vera gestir hann í spjallþætti, og strax svo þeir komu fram, það var sögð sagan það að þeir hefðu verið ranglega sakaðir nauðgun, en þá púaði allur salurinn, út af því að salurinn einhvern veginn var kominn með þá svona óljósu tengsl, þrátt fyrir það að var búið að afsanna það að þeir hefðu framið kynferðisafbrot, að þá var salurinn svona búinn að fá þessi tengsl á einhverjum tímapunkti. Það sagan náttúrulega byrjaði þannig að þeir áttu að hafa nauðgað ungri hvítri stelpu, en voru sýknaðir út af því að þetta var bara lygi, en samt sem að voru púaðir af þeim gestum sem voru búin að fá heildarmynd sögunar. Og þetta er svolítið sama eins og með Sölva Tryggva, þar sem að við erum með þessar svona hugmyndir það svona, þú þarft einhvern veginn að vera á bremsunni, þó svo að allt þetta hafi bara verið algjör della, að þá þarftu einhvern veginn að vera á bremsunni, þú þarft einhvern veginn að passa upp á það svona, já, en þetta var nú samt eitthvað sem var til umræðu á sínum tíma. Og þetta rosalega sérstakt fyrir ýmsar sakir og þetta svolítið það sama eins og þú veist, og hún segja þannig, já, en getum við raunverulega vita hvað gerðist, og þannig að spyr hann einmitt ástúðlofu, og þá kikkar þessi hræðsla inn að við þurfum náttúrulega bara að meta hvert mál fyrir sig, þú veist, það engin afgerandi afstaða í neina þessu. En ég tók eftir því þegar ég var að segja á þann með svona einhverja tegund af karl fyrirlitningu, þú svona glottir aðeins og hvað mér langar svo að spyrja þig hvað svona hvað finnst þér það? Ég vil bara meina það að því við erum að tala sérstaklega Guðbrandsmálið, að því þú veist að segja í samhengi við kvenfyrirlitningu, það þarf kvenfyrirlitning að vera til staðar til þess að kaupa aðganga líkama konu. Það bara staðreynd. Þú þarft eiginlega niðursetja hana nógu mikið
til þess að þessi fyrirlitning til Þú þess að þarft detta að í hug að geta afmennskana, keypt þú þarft að afmennska Já, manneskina já, til þess að hafa geð í þér að gera þetta. En sko, hvað kemur að karl fyrirlitningu, ég sko, með því að vera að kalla út einhverja ákveðna hegðun eða gjörðir sem eru að eiga sér stað í samfélaginu okkar, sem eru mjög neikvæðar og skaðlegar fyrir öll. Ég sagði það ekki. Ég sagði ekkert endilega neikvæðar eða skaðlegar fyrir Nei, ég er að segja það, skilurðu. Já. Ég er bara að segja, það fólst skilurðu. ekki, ég er bara sko, svona, hvað maður að segja, karlmennsku, svona karlmenningu og, já. Eins og ég skil, Jón, ég myndi okkur sér bara í leikhúsið og dreigja frá alls konar personur á sviðinu. Ég veit að það verður gert grína einni manneski á sviðinu og það er miðaldra kallinn. Það má eiginlega ekki gera grína neinum öðrum, sko, og Jón er enda sko Íslandsmeistari í því að gera grína þessum greiðkollum. Já, nei, þú veist, ég bara Erum við að tala um þá, nennir ykkur að útskýra þetta fyrir mér, hvað við erum að tala um varandi karlfyrirlitningu? Með datt í huga að Jón var að vísa til þess að stundum eða þú veist að liggja svona vel við högg í orðið, það er alveg sársaukalust að hæðast af miðaldra köllum en það kemst ekki upp með að hæðast að neinum öðrum, sko. Já, sko þarna myndi ég bara velja að segja að það er bara kjöri tækifæri líka fyrir karlmenn að stíga fram og vera bara partur af hreyfingunni sem er líka bara að segja einmitt að þið þarf alltaf að vera að hrópað okkur not all menn og allt þetta. Þetta er okkar mál, við getum ekki rukka hann að laga það fyrir okkur. Nei, ég held að ég sé bara góð þar, sko. Já, ég tók þessa klippu út bara svona til að undirstrika alltaf svona það hvað fáið svara. Það er náttúrulega eins og hérna Gunnar Smári kemur réttilega inn á þarna. Ég meina það má gera grína einum manni og það er hvíti kallinn. Og við vorum, já nú ekki öðra styrjaðunum fyrir Erik Jónsson sem er nú ágættur. Ég held að sé að vinna á NATO núna, hann var náttúrulega formaður BHM. Hann byrjaði sundur pislana sína svona, hann færði svona og sagði þetta í ýmsum svona þáttum og hann alltaf eini maðurinn sem að tók fram hvernig hann væri á litin og hvers kyn hann væri. Ég heyrði aldrei neina aðra að gera það og mér þykir mjög skrítið að einhverjir hópar séu að því en það er alltaf svona, já ég er náttúrulega bara hvítur miðaldra karl og svona stjórnlaus meðvirkni með þessari svona delluhyggju sem er búin að vera undanfarin ár er að varðar fólk sem að telur sig vera svona umburðarlindastu einstaklingarna hverju sinni. Ég er náttúrulega bara hvítur miðaldra karl. Hvað er þetta að gera? Ekki vera með þessa meðvirkni, ekki vera að gefa eftir í þessari delluhyggju hugmyndafræðilegra ritrýnda skoðanapistla sem að kalla sig fræðigreinar og ætla að fara einhvern veginn að segja þér til það hvernig þú meðar hagaðir undir þeim formerki hvernig þú ert á litin og hvers kyns þú ert einmitt með vísan til þess að þau séu hvað mest að berjast fyrir því að ákveðin er að við séum að nota litarhaft og kyn til þess að aðgreina hópa. Þetta er náttúrulega brandari og fólk á ekki að vera að gera þetta. En það má, og eins og Jón Gnarr segir þannig, ég meina hún glottir þannig þegar það er talað um það að drengir hafi það á sumum sviðum verra heldur en stelpunar, en ég meina það er bara staðan. Ég meina drengir eru ólæsir, drengir eiga erfitt uppdráttar í sambandi við ofbeldi og annað, drengir eiga oft erfitt bara út af þessum reynda fræðum. Ég er reyndar að fara að hitta Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur á eftir, þar sem við ætlum að mynda að ræða þessi mál. En ég meina að sjálfsögðu er þetta ekki eitthvað sem að mun koma til með að vera til frambúðar. En við þurfum náttúrulega að losa okkur við þetta líka út af því að þetta hefur, eins og ég fjallaði og ræddi nú við Sigmund Davíð núna í síðasta viðtali, að þetta hefur líka áhrif á það hvernig okkur vegnar, bara almennt. Og ég held að menningarlegir þættir sé eitthvað sem að náttúrulega, ég vil ekki segja íhaldsmenn að hægri menn, en bara svona eðlilega þengjandi fólk svolítið bara virta vettu í. Bara einhvern veginn gaf þetta svið til allra annara. Ég er með síðasta myndbandið sem ég ætla að spila fyrir ykkur og svo setjum við punktinn bráðum á þetta. Og ég kem og tek á ykkur ábyrgð og Slatti segir bara, jú, gott í honum og eitthvað svona. Svo er ykkur sem að segja, mér finnst þetta ekki ganga nógu langt. Og mér fannst þetta nú ekkert einlægt hjá hann þegar hann var að segja þetta. Þannig það er eiginlega bara frjálst. Það er bara ef einhver er þarna úti sem að segir að þetta hefur ekki nóg og þetta verður aldrei nóg. Þannig það er ekkert sem að samkomla í samfélaginu hvernig maður á að gangast við ábyrgð. Og þess vegna verður freist ekki sú sem að Jón er að segja. Bara ekki gangast við neinu. Já, það má vel vera en ég held að hver og einn verði að eiga við
sína eigin sannfæringu þarna, skilur hvað réttast í stöðunni og hvað líkur réttlætiskendin þar og það bara fullt af fólki sem hefur alveg tekið ábyrgð og og gengist við því sem gera og svo fara bara að gera hvað annað. Þú veist, þetta sko við verðum að hætta að sjá það að taka ábyrgð sem eitthvað dauðadóm í samfélaginu. Það það bara ekki. Ég hef alltaf sagt það og aðtökjara fyrir því að fólk sem að brýtur af sér og jafnvel fundið sagt fyrir það hvað það þá alltaf leið tilbaka og leiðin tilbaka að taka ábyrgð og þú veist, en ég sé bara spurningamerki tilkallið, á fólk tilkall til þess að vera í ákveðnum stöðum í samfélaginu eftir að hafa tekið ábyrgðina. Það eitthvað sem að samfélagið verður að ákveða fyrir sig en ég alveg fyrir það að fólk á alltaf leið tilbaka og mér finnst það ekki dauðadómur gangast við hlutunum. Ef eitthvað þá finnst mér að sýna ótrúlegan styrk og það eitthvað sem við verðum líka að geta tekið á móti af því þetta bara mannlegt. Ég get alveg skilið það að ótrúlega erfitt að gangast við eitthvað sérstaklega ef það eitthvað sem ólöglegt eða eitthvað sem gerir á hlut annara og það ótrúlega erfitt og fyrir fjölskyldu viðkomandi og það og mér finnst erfitt að ræða þessi mál út af því að þau snúist fólk. Það snúist ekki bara eitthvað út í bæ og hvort það gegn einhverju stöðu eða ekki, að þetta samt, við verðum að finna okkar svona áttavita í þessu og kannski það bara núna, bara byrjun einhverju góðu samtali að þetta verður svona vendipunktur að komast að eitthvað svona sameiginlegri niðurstöðu. Já og þannig náttúrulega bara svona svolítið það sem að sömu athugasemdir og ég var að reifa hérna þar sem að einmitt, þetta aldrei nóg, einhverjum áttur að finnast ósmekklega þegar ég segi þetta, en þetta smá svona arbeit, maktfræ stemming þar sem að þú bara einhvern veginn þarft að vera að leggja meira á þig og það alltaf sett ný viðmið á það hvað þú ert búin að leggja mikið á þig. Að sjálfsögðu ég ekki að líkja þessu við helförina en ég bara að segja að það svolítið sama svona hugmynd að sko fólk einhvern veginn þurfi að vera að gera nóg en við vitum öll að það verður aldrei nóg og hugmynd þessar mannesku sem hvað mest að ganga fram í því að segja að við þurfum að ganga eins langt, þetta alltaf svona sama hugmyndum með hérna, þurfum smá öfgar til þess að krydda eins upp á þetta og svona ná einhverjum árangri út af því að þetta lendir einhvers staðar miðinni. Þvílík della. Það ekki öfgarnar sem að leita til þess að þeldökkir höfðu það betra í Suðurríkjónum í kjölfar borgarastyrjaldarinnar þar og náttúrulega líka með Civil Rights Act 1900 í kringum 1900 eða svo sett á 7. áratugnum og 14. Stjórnarskrárbreytingarnar og annað og 13. stjórnarskrárbreytingarnar sjálfsögðu. Það ekki þessi hlutir sem að voru leiddir í ljós út af einhverjum öfgum. Það var einmitt út af að fólk færði rök fyrir því. Þetta ótrúlega frægt eins og með hann Frederick Douglass sem hérna á hendina á mér. Hann átti í svolítið erjum við William Lloyd Garrison sem var svo sagt líka hétu abolitionists sem voru svo sagt að berjast fyrir réttindu þeldökkra til þess að verða frjálsir. Og það sem og ástæðan fyrir því ég með frelsisyfirlýsinguna í samhengi við Frederick Douglass hérna á handleggnum á mér að Frederick Douglass sko barðist fyrir því að hreyfingin myndi nýta sér krafta stjórnarskrár Bandaríkjanna og frelsisyfirlýsingarinnar til þess einmitt að færa rök fyrir sínu máli á meðan William Lloyd Garrison og aðrir reyndar börðust fyrir því að stjórnarskráin væri einmitt sko svo rasísk í eðli sínu og þetta rauninni svolítið sem að endurvarpað núna í svona hjá þeim sem voru að berjast fyrir Black Lives Matter sem að flestir náttúrulega hlæja af í dag en þeir sem voru að Black Lives Matter voru einmitt að segja sko að það sé sko að Bandaríkin séu institutionally racist, að það sé stofnanabundið minni sem að í eðli sínu rasíst. Á meðan Frederick Douglass sagði nei, það í rauninni stjórnarskráin sem við höfum að vera að nýta okkur, það frelsisyfirlýsingin sem við höfum að vera að nýta okkur, það eru Federalist Papers sem eftir Madison sem við eigum að vera að nýta okkur til þess að færa rök fyrir okkar réttindabaráttu. Þannig að þessir sko, og svo náttúrulega kom það á daginn að það var Martin Luther King sem bar sigur úr bítum í réttindabaráttum þeldökkra einmitt út af því að hann notaði hófstilltari hátt heldur en til dæmis Black Panthers sem að við minnumst ekki á í nánast í dag í samhengi við
baráttu þeldökkara nema í ákveðnum kímum. Martin Luther King miklu atkvæðameiri í þeim efnum. Sama gildi með Frederick Douglass frekar heldur en William Lloyd Garrison. Ég kom náttúrulega svolítið tæknilega atriði en punkturinn minn bara sá að það í langfæstum tilfellum aðilar sem eru svona, já, vilja hvað svona mest ganga hart fram í því að ná einhverju réttlæti, hugmyndafræðilegu réttlæti í þessu tilfelli, sem að munu ná einhverjum árangri. Og þetta eins og ég talaði MeToo á sínum tíma, að það var ekki MeToo hreyfingin sem að bætti samskipti kynjanna, ég held að hafi verið einmitt öfugt. Tímabundið þá var þetta náttúrulega bara það að strákar voru hræddir við það að bara gefa stelpu undir fótinn. Inn á stofnunum hafði þetta náttúrulega hræðilega áhrif þar sem að bæði konum var haldið niðri undir þeim formerkjum að vera erfiðar að taka þær upp í svona strákahópinn. Það svona ýmislegt sem að sérkennilegt sem búið að gerast á undanförnum árum. En ég eins og segi, svo ég ljúki þessu bara því, ég held að það sé ekki út af einhverjum öfgafullum afstöðum sem að við náum meiri árangri. Heldur einmitt öfugt að við færum rök fyrir því með góðum röksemdarfærslum og náum fólki á okkar band með því að fara rök fyrir okkar máli, útskýra fyrir fólki af hverju okkar afstaða réttara heldur en annara og ganga út frá því að endingu minni sá sem að við eigum í viðræðum við sjá ljósið. Það ekki með því að berja fólk til hlýðni eins og þessi barátta birtist mér í dag og sérstaklega með þetta Guðbrandar Einarsmál. En ég ætla ekki á þetta lengri í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Paradox.is/einpæling ef þið viljið fá hana þá samdægurs og án auglýsinga, en ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube þá máttu gera subscribe á þessa rás. Ég hérna á þriðjudögum og fimmtudögum. Já, það þá bara ekki fleira í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.